Sestur hjá mér utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Við ætlum að fara hans yfir Brexit og ástand mála í Sýrlandi. Velkomin, Guðlaugur. Byrjum aðeins á Brexit. Þú hefur sjálfur talað að þú sjáir svona tækifæri í þessari stöðu fyrir okkur Íslendinga og það svo sem ekki allir sammálaðir þar. Árni Páll Árnason, Evrópufræðingur og fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar, hann var hérna bara í síðustu viku og hann orðaði það þannig að það væri erfitt fyrir Íslendinga að fá meira aðgang að markaði en fullan eins og við værum með núna. Hvaða tækifæri eru það sem að þú sérð í þessari stöðu fyrir Íslendinga? Fyrsta lagi erum við ekki með fullan aðgang að breska markaðnum. Við erum með tolla á ýmsum afurðum, til dæmis fiskafurðum. Þannig að þó svo samningur sé mjög góður og hafi reynst einstaklega vel að þá gætu við fengið mögulega meiri aðgang þar. Sama auðvitað við landbúnaðarvörurnar svo eitthvað sé nefnt. Síðan hitt að það yfirlýst stefna ríkisstjórnar Theresa May að fara í aukna fríverslun í heiminum. Og það sem gerst í heiminum bara nokkra áratugi, það hefur lítið gerst í þeim málum. Við Íslendingar erum gott dæmi það hvað fríverslun skiptir miklu máli. Við vorum einn allra fátækasta þjóð Evrópu á nokkuð svafa eða mjög líklega fátækasta þjóð Vestur-Evrópu fyrir 100 árum og við værum ennþá bara mjög fátæk ef við höfum ekki aðgang að öðrum mörkuðum og værum ekki sömuleiðis með okkar markað mjög opinn. Nú breytingin í heiminu að verða sú og þetta gerist mjög hratt, þetta ekkert eitthvað framtíðarmál, þetta bara núna að millistéttin í Kína, hún fjölmennari heldur en allir íbúa Bandaríkjanna. Millistéttin á Indlandi að vera fjölmennari heldur en svo kínverska. Bara milljarðamæringar á Indlandi eru fjölmennari heldur en öll Norðurlöndin og ég bara taka þarna 2 lönd, það svo sannarlega að sjá mikla breytingu sem betur fer. Við erum sjá millistéttir í öllum heimsálfum sem að vera stærri og öflugri. Nú einhverju munu selja þessu fólki vöru og þjónustu. Ef við ætlum að vera samkeppnishæfi Íslendingar í framtíðinni, nú þá verðum við að hafa aðgang að þessum mörkuðum og vera svo sem opin fyrir þeim líka. Og það þegar 5. stærsta efnahagsveldi heims ætlar að verða best í fríverslun og leggja mikið á sig þar. Þá munu þessi hluti fara á stað og í þessu felast tækifæri. Hvernig sér þetta spilast? Það er alveg ljóst að það eru erfiðar samningaviðræður í gangi og framundan hjá Bretunum. Þeir bæði, maður sér það hjá Evrópusambandinu, þeir ætla sér að vera einhverju leyti harðir, þeir vilja ekki að fleiri ríki komi í kjölfarið og segi sig úr sambandinu, en á sama tíma eru náttúrulega margar þjóðir Evrópusambandsins í miklu viðskiptilegu sambandi við Bretland sem að þeir vilja ekki missa. Hvernig sér þið fyrir þér að þessar viðræður milli sambandsins og Bretlands fari? Ég náttúrulega bjartsýnn maður eðlisfari og ég vil bara ekki trúa því að hér árið 2019 eða 20 eða 21 eða hvenær sem það nú verður að við séum að koma einhverju viðskiptahindrunum innan Evrópu og sem gríðarleg breyting frá því sem nú er. Í sínu einföldustu mynd þetta einfaldlega þetta að við erum með margs konar samstarf í Evrópu. Við erum með ESB, við erum með EFTA, við erum með EES, við erum með Schengen, við erum með Evruna, við erum með NATO og það ætti ekkert að vera neitt stórt mál þó eitt ríki ákveði að fara á einu þessu samstarfi til að fara og en vill samt sem áður og búið að leggja upp með það að vilja hafa áfram náið samstarf við önnur Evrópuríki. Í rauninni eftir 40 ára þá halda með bara gott kveðjupartí og reyna að gera þetta síðan með þessum allra bestum hætti. Og ef að menn gera það þá sem algjörlega nauðsynlegt því að það munu allir tapa á því ef að hér við komum einhverjum hindrum á viðskiptum eins og staðan og svo getur við deilt hverjir tapa mest. Evrópusambandsríkin flytja meira inn í Bretland heldur Bretland í þeirra. Nú fyrir okkur Íslendingar óhugsandi að hafa ekki aðgang að þessum stóra markaði. Þetta eitt mikilvægasta viðskiptaland okkar og búið að vera miklu lengur heldur sem nemur tíð þeirra í Evrópusambandinu. Þannig að auðvitað veit maður ekki hvað skeður en vandi Evrópusambandsins hefur alltaf verið til staðar hvort sem Bretar við inni eða ekki. Vandinn ekki mikið umræðinu núna, en hefur ekki farið neitt. Við erum að tala Grikkland, við erum að tala Evruna. Nú við erum að tala sem kannski stærsta einstaki hlutin sem snýr að þessum svokallaða lýðræðishalla, að þeir sem stjórna mest í Evrópusambandinu, að þeir ekki kosnir til þeirra verka og það ekki hægt að kjósa þá í burtu ef að það viljið til þess. Embættismannaræðið. Nákvæmlega og þetta eitthvað sem að Evrópusambandið verður hvort heldur sem að taka á.
Það sem þeir eru hræddir við kannski að stærstu hluta þetta að Bretland sem kannski bætist við vandann borgar mikið með sér inn í Evrópusambandið og þeir hafa áhyggjur af því að ef að Bretar fá eins og stundum talað of góðan samninga þá muni fleiri fylgi í kjölfarið. En það auðvitað segir okkur það líka ef að menn á þeim stað þá þurfum menn aðeins að líta inn á við og skoða máli hjá sér. Þannig að eins og segi, þetta veit maður ekki hvernig mál þróast en ég hef náttúrulega með skipulegum hætti, ég tala við utanríkisráðherra EFTA-ríkjanna, sömuleiðis þá sem fara með þessi máli í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, ég var nú boðið í heimsókn hjá utanríkisráðherra Þjóðverja og mun fara að hitta Boris Johnson núna á miðjan aprílmánuð til þess að undirbúa okkur undir þetta og meta þessa stöðu því okkar hlutverk auðvitað gæta okkar hagsmuna. Hvernig þú segir að fara að hitta Boris Johnson í apríl, hvernig leggur upp þann fund? Ég meina, hvað vilt þú fá frá honum og hvernig sér þið fyrir þessi fundur fari? Það sem við erum búin að vera að gera, við erum að kortleggja svona henni ýmsu sviðsmyndir, kortleggja okkar hagsmuni og sjá það hvað við getum sótt meira ef að þannig má orðið komast og sömuleiðis að hvar við liggjum veikt fyrir og sterkt og svo framvegis. Fyrsti fundur verður náttúrulega svona bara að fara yfir stöðun almennt. Þetta ekkert að gerast á morgun og menn hafa góðan tíma. En þegar byrjuðu að einhverju leyti að ekki eiga í viðræðum þrátt fyrir að þið hafi ekki hist þar til núna. Hvaða sviðsmyndir þetta og hvað telur þú líklegast að verða úr? Ég vil nú bara trúa því að það verði áfram og þau skilaboð sem við erum búin að fá það verði áfram góð viðskipti á milli landana. Verður eitthvað breyting á því sem verið hefur? Svona fyrir þetta bara þeir eru ekki innan vébanda Evrópusambandsins? Ég seti auðvitað alltaf markið hátt og ég vil að við séum þá með betri aðgang heldur en við erum með núna svo þetta er að koma í ljós bara þegar líður á hvernig það verður. Auðvitað skipta líka máli samskipti Bretlands og Evrópusambandsins og þetta snýra því í rauninni hvernig þú hefur, Evrópusambandið hefur byggt upp sitt viðskiptamódel innan Evrópu mikið á þessum sameiginlegu stöðlum og svo framvegis og það auðvitað mikið flækjustig og það eru svona kannski tveir skólar í þessu, annars verður reynir að samræma alla hluti eða þá þú hefur með þá sameiginlega viðurkenningar. Þannig svona í einföldustu mynd að ef að heilbrigðisvottorð í viðkomandi landi að þá gildi það í öðrum en síðan getur líka farið í það að reyna að samræma þá hluti algjörlega. Ég held að sé mjög erfitt að ná heimsverslun ef maður ætla að fara að samræma alla hluti. Í það minnsta væru þeir sem að stæða þeirri samræmingu, myndu ákveða þá samræmingu, hefðu gríðarleg völd svo ekki sé dýpra í árunum tekið. Og það er kannski heimsverslunin, það er að segja hvernig menn að hamla henni gerast meira svona tæknilegum útfærslum frekar en að menn séu tollar. Tollar eru einn hluti af þessu en mjög lítill hluti af þessu núna. Síðan náttúrulega heimsverslunin þannig að snúast fjárfestingar, hvernig menn geta komið að opinberu útboðum í viðkomandi landi og svo framvegis. En uppleggi sem hefur verið hjá bresku ríkisstjórninni þannig að þeir vilja hafa opið Bretland og vilja eiga viðskipti heiminn og það allavega mjög góðar fréttir fyrir okkur. Mér langar aðeins skipta gír. Ég verða að minnast á þessa efnahagsárás í Sýrlandi á miðvikudag og hafa vægast sagt skelfilegt að fylgjast með fréttum af vettvangi þaðan. Því svo fylgt eftir núna á föstudaginn með eldflaugaárásum frá Bandaríkjamönnum. Þú sem utanríkisráðherra, hvað þýðingu mun þetta hafa fyrir þessa styrjöld í Sýrlandi sem hefur staðið núna yfir allt og lengi, mörg ár og sér ekkert fyrir endan á? Staðan var auðvitað mjög alvarleg fyrir. Það sem gerist hins vegar og ég upplifði það mjög sterkt þegar ég fór á fund Sýrlandsmálefnin í Brussel var þar fulltrúi Íslands með 70 öðrum ríkjum að það skildi verið beitt efnavopnum enn og aftur að það hafði gríðarlega alvarleg áhrif. Þarna voru 80 manns sem að féllu, saklausir borgarar, stærstu hluta 33 börn og efnavopn hafa verið bönnuð mjög lengi af ástæðu. Og ég fordæmi þessar árásir, tilkynnti það að við værum ennþá og myndum halda áfram að veita mannúðaraðstoð Íslendingar í Sýrlandi og hvatti öryggis á Sameinuðu þjóðanna til þess að taka á þessu máli sem þetta besti aðilinn til þess. Því miður hefur það ekki gerst og þess... Það er ekki líklegt að það gerist neitt svona út frá afstöðu Rússa eftir þessa árás Bandaríkjamanna?
Þá er þetta eftir að koma í ljós. En ef þú skoðar viðbrögð bandamann okkar í Evrópu og annar staðar, að þá fordæma menn þessa efnavopna árás mjög harðlega. Og almenna reglan er svo að menn segja að þessi skiljanleg viðbrögð vegna þess að það var ljóst að það yrðu viðbrögð við þessu og þessi árás er mjög takmörkuð á flugvöllin sem að efnavopna árásin var gerð frá eða menn flugu frá. Og því að það er líka, alþjóðasamfélagið það líka að taka ákvörðun það hvort þeir ætla að láta slíkt óáreitt. En hins vegar er það ekki þannig að ástandið hafi verið gott og þetta gerir það verkum að það verði eitthvað miklu erfiðara. Ástandið er búið að vera hörmulegt og við erum að horfa á það að helmingunum af sýrlensku þjóðinni er á flótta. Og það við ekki séð annan eins flóttamanna vanda síðan að var hér í lok síðari heimsstyrjaldarinnar í Evrópu. En þá var ástandið alveg gríðarlega slæmt. Þannig að þetta eitt og sér breytir því ekki að ástandið var mjög erfitt og við munum ekki ná niðurstöðu, ásættilega niðurstöðu fyrir en að stríðandi aðila munu semja vopnahlé og komist pólitískt lausn á málið og það er nokkuð það sem að ég hef lagt áherslu á og við munum gera áfram. Já. Hvað sko, auðvitað verður að stoppa uppruna vandans, flóttamannavandans sem er náttúrulega þessi styrjöld þarna. Það er kannski lítið sem að Ísland getur gert annað en þetta sem að hefur verið gert hingað til af þér og fyrirrennu þínum að fordæma þessa styrjöld og árásir. En sko, er það ekki augljós skylda okkar að halda áfram að taka á móti flóttamönnum frá þessu svæði og jafnvel gefa í þar og hver er þín afstaða gagnvart því? Það er eitt af því sem ég lagði upp með á fundinum. Auðvitað þurfum við að ekki bara tala heldur að sýna gott fordæmi þegar kemur að því. Og þetta er margslungið. Þau lönd sem hafa tekið við langflestum flóttamönnum eru í nálæðinni, eins og til dæmis Líbanon sem er gríðarlega hátt hlutfall af íbúum landsins núna flóttamönnum. Og ef að alþjóðasamfélagið bregst ekki við með ábyrgum hætti, þá mun það koma niður á alþjóðasamfélaginu vegna þess að það mun skapa þá aðstæður fyrir það er góðsend land í rauninni flóttamannabúðir sem eru til lengi, til dæmis fyrir hryðjuverkamenn og við þurfum ekki að ræða þá ógn sem að við þekkjum nákvæmlega. Þannig að það er stefna ríkisstjórnarinnar að leggja sitt af mörkum hvað þetta varðar og við munum fylgja því eftir. Megum við rétt í lokin, megum við eiga vona á einhverjum fréttum af slíku núna fljótlega? Er eitthvað komið í bígerð varðandi móttöku fleiri flóttamanna? Það er svona ekki á minni könnu í ríkisstjórninni. Ég hins vegar tilkynnti það að ríkisstjórnin var að leggja aukið framlag í þessi, getur sagt, Sýrlandsmál og munum halda því áfram og það er stefna ríkisstjórnarinnar sömuleiðis þegar kemur að málefnum flóttamanna að taka virkan þátt í því og það munum við gera. Guðlaugur Þórðarson, utanríkisráðherra, takk hérlega fyrir komuna. Takk sem við. Við komumst ekki lengra með þetta sinni. Við verðum hérna ekki næsta sunnudag, þá eru páskar, en við verðum hérna á sunnudeginum strax eftir páska. Takk fyrir í dag.